Jæja, verið velkomin öll. Takk fyrir komuna. Við fengum skrið svona mörgum en allt og stuttum fyrirvara til að gera eitthvað í. Svo við þurfum bara að tróða okkur og hafa það hyggulegt. Sigurður Jóhannesson ætlar að halda þennan fyrirlestur hérna. Og það ættir að vera tími fyrir einhverjum spurningar, en þeir eru kannski að hafa það stuttar fyrst þau eru svona mörg. Þið ekki bara að byrja. Takk fyrir. Hérna skiptir maður. Það er hérna. Svona? Sko, Stern-skýrslan kom út 2006. Hún markaði svolítið þáttaskil í þessari umræðu. Hún er hagfræðileg greining. Hann er hagfræðingur. Og það voru bresk stjórnvöld sem gaf hana út sem sagt 2006. Og hún er, niðurstöður hennar mjög afgerandi. Þjónavöldum hlýnunar eru þar talin vera 5% af heimsframleiðslu, ekki bara í 1 ár heldur alla framtíð. Og það eru færð rök að því að tjónið geti verið alltaf 20% af heimsframleiðslu eða meira, sem ekki bara í 1 ár heldur alla framtíð. Og þegar við höfum okkur ekki vel, þá er hættan sambærileg við hættuna af heimsstyrjöldum og kreppunni miklu á fyrir hluta 20. aldar. Þannig að þetta er 700 sína skýrsla, hann var ekki einn af þessu lið sem skrifaði þetta, en hann segir sem það er enn tómt til aðgerða, við þurfum róttækar aðgerðir strax ef við ætlum að koma í veg fyrir þann skaða sem annars gæti orðið og mótaðgerðirnar myndu kosta kannski svona kringum 1% af heimsframleiðslu nú og síðar. Og þannig að ef við lítum á það, þetta tvennt, sem sagt þessi 5% hérna og jafnvel þessi 20% og berum það saman við þetta 1% hérna sem aðgerðirnar kosta, þá er lítil spurning að við það borgar sig frekar að gera eitthvað. Þessi skýrsla hefur haft mikil áhrif á umræðuna, en það voru ekki allir ánægðir með hana og hún fékk svona viðbrögð frá og ekki öll jákvæð frá Nordhaus sem er líka hagfræðingur, fékk Nóbelsverðlaun fyrir rannsóknir sínar á loftslagsmálum 2018. Hann segir að þetta sé svona frekar einhliða málflutningur, þetta sé ekki vísindarannsókn, heldur skýrsla unnin fyrir stjórnvöld. Við veit ekki nú svolítið skýrslu hér. Það er svona hafið tilhneigingu til þess að halda fram málstað stjórnvalda. Það sé erfitt að endurtaka niðurstöðurnar sem hann komist að og skýrslan þar hafði ekki haft gott af svona óháðum yfirlestri óháðra fræðimanna. Hann talar þessa hættu á 20% sem er þessi verulegi skellur. Störn sem heldur því ekki fram að hagvöxtur muni stöðvast, en hann heldur að neysla og framleiðsla verði fyrir verulegum skelli. En þessi 20% rýrnun heimsframleiðslu eru talin vera sem eru Störn telur hættu á. Hann segir að sú hætta sé ekki vel skýrt. En svona megin ádeilan hjá Nordhaus er að ávöxtunarkrafan sé ekki í samræmi við ávöxtun á markaði. Ávöxtunarkrafan sem Störn geri sé ekki í samræmi við ávöxtunarkröfur sem markaðurinn geri. Og
ég ræði aðeins meira það á eftir. Og þetta sem ádeila á hagfræðilegu hlið skýrslunnar, hann ekki að deila á eðlisfræðina. Hins vegar tekur Nordhaus undir orð skýrsluhöfunda að nauðsyn þess að taka upp samræmt og gegnsætt kolefnisgjald allan heim til þess að snúa við vinna gegn þessari hættu, og gjaldi verða að endurspegla þá þjóðhagslegan kostnað af losun koltvísýrings. Og það það sem ég ætla að reyna að ræða á eftir, sem sagt mótaðgerðir, gagna þeim, og vel úthugsað kolefnisgjald, það hafi þá áhrif á hegðun fólks. Fólk taki tillit til þess að ákveðin hegðun það verði losun valdi skaða á andrúmsloftinu, og það taki, gjaldi verði til þess að það taki þennan skaða inn í hegðun sína. Taki tillit til skaðans þegar það ákveður hvernig það haga sér. Þar að auki, annað sem kolefnisgjaldið gæti haft í för með sér, væri að það myndi flýta fyrir leitmanna tækni sem drægi úr losun kolefnis. Og ég ætla að koma aðeins inn á það líka á eftir. Hjá Stern þá áherslukrafan, hún svona, hún búin til úr tveim liðum. Það sem sagt delta tímavirði, flestir meta það meira sem gerist núna og núna bráðlega heldur en það sem gerist síðar. Svo G sem hagvöxtur, framleiðni vöxtur, sem það mann, og ETA, þessi gríski bókstafur svona teknistuðull sýnir hvaða áhrif þessi hagvöxtur hefur á ávöxtunarkröfuna. Og hjá Stern þá segir hann tímavirðið, það bara mjög lítið. Og það ekki að því að hann sjáum merki það, menn virði nútíman svona litlu minna heldur en framtíðina, heldur það eru svona siðferðisleg rök sem hann hefur fyrir því. Svo hins vegar hann með sem G, sem bara framleiðni vöxtur, sem 1,3%, sem þýðir það að við getum lagt ákveðnar skuldbindingar á framtíðina, og samt hefur fólk stundir líða fram það jafn gott og við, af því að við gerum bara ráð fyrir því að framleiðni haldi áfram að vaxa eins og hún hefur gert hingað til. Það sem Nordhaus gerir, hann segir að við erum að horfa á markaðsvexti, og hann talar fyrst minnskosti þarna í þessum greinum sínum sem hann skrifar þarna á fyrsta áratugnum. Þá talar hann að sé eðlilegt að gera 4-5% kröfu ávöxtun. Og markaði þá ráðast vextir eins og við vitum af óvissu, og þessu sem ég talaði áður, við metum framtíðin almennt minna en nútíma. Nordhaus, hann horfir á vextin eins og þeir eru, og en ekki eins og þeir ætti að vera. Það kom líka grein eftir hann Kenneth Arrow, þar sem hann var með hélt fram svipuðum rökum Stern-skýrsluna, en taldi reyndar samt að þau nægðu ekki til þess að við ættum að hætta við aðgerðir gegn hlýnun. Það nú reyndar afstæða hjá Nordhaus líka. Nordhaus segir að siðferðislegi mælikvarðar ekki við í hagrænum greiningum, og það ekki vaninn að í kostnaðar- og nytjagreiningu þá horfum við yfirleitt á markaðsverð þar sem það til, og
og nema það sé þá einhver sérstök ástæða til annars eða úttrif eða eitthvað svoleiðis sem við gera það að verkum að við ættum að eiga eitthvað við það sem markaðurinn segir okkur. Nordhaus talar hvað afleiðingar það hefur að reikna með mjög lágu tímavirði þegar kemur á loftslags aðgerðum en sko því þá við lítum öðruvísi á hlutina þegar kemur að þeim heldur en þegar við hugsum allt annað. Það er eitthvað sem gerist eftir 200 ár. Það getur haft bara mikil áhrif á gerðir manna núna, menn þjóðir geta farið í stríð út af einhverjum hlutum sem þeir haldi að gerist árið 2300 eða eitthvað svoleiðis. Og hann segir reyndar að stór hluti af skaðanum sem Stern reiknir sig upp í þegar hann fer upp í 20% skaða, það sé eitthvað sem gerist árið 2800 og síðar. Þannig að þetta er hans sjónarmið. Ég á svolítið auðveldara með að skilja það heldur en sjónarmið Sterns, en það er ekki þetta að segja annað sé, og það er engin einhugur að annað sé réttar en hitt. Áhorfnakrafan, hún ræður miklu náttúrulega verðlagningu á skaðanum sem verður af hlýnun, sem telja að verða af hlýnun. Og því að mikið af því tjóni, ef við gerum ráð fyrir því að ef eðlisfræðin er rétt og það er rétt sem menn halda fram að loftslag á jörðinni eigi eftir að fara hlýnandi þegar tímar líða. Þá erum við að tala skaða sem gerist langt fram í framtíðinni að hluta og tjóni sem núvirkt tjón, það ræðist að miklu leyti af þá núningastöðlunum. Það skipti máli sem Stern fékk út 1,4%, svo kom fram á klærinu þannig, ég sagði það ekki, í heild raunávöxtunarkrafan hjá honum er 1,4%. Hjá Nordhaus er hún 4-5% eins og ég sagði. Árið 2007 þá verðleggur Nordhaus tonnið af losun á 20 dali og er þessi verðlegging líka hækkandi með tímanum. En sem verði fyrir upp undir 160 dali þegar hann notar áherslu Sterns og Sterns sjálfur verðleggur tonnið á ríla $300. Það er öfugt samhengi milli áherslukröfunar og vers á tonni af losun. Lág áherslukrafa því mikinn kostnað af losun og náttúrulega þá leið við þurfum að fara í mjög róttækar aðgerðir gegn hlýnun alveg strax. Þetta er það sem menn og ég kem inn á þetta svo aftur seinna. Við skoðum þetta svolítið loftslagsaðgerðir hérna í íslensku samhengi fyrir nokkrum árum. Ég veit ekki hvort þið sjáu hvað stendur hérna undir glærunni. Það er og við gerðum kröfu 5% raunávöxtun. Raunar erum við líka með svona næmnigreiningu, þannig að við segjum það kemur fram sem hvað vextir þurfa að lækka það mikið eða hækka allir sem við breytum niðurstöðunni sem við komumst að. Við verðleggjum kolefnistonni sem árið 2025 var ríflega 70 evrur sem er þá ekkert langt frá $70 vantarlega, en það er og ekkert langt frá því sem Nordhaus tala með eitthvað heldur meira kannski heldur en það sem hann talar en þetta við fáum okkar verðlagningu sem frá markaði með losunarheimildir í Evrópusambandinu. Það verði þar og spá þetta verð í framtíðinni.
Þannig að við horfum á verðlagninguna núna og gerum ráð fyrir hækkandi verði með tímanum. Það þýðir það þá að aðgerðir gegn losun þær verða harðari eftir því sem tíma líða. Og þið sjáum kannski það sem stendur hérna niðri, þetta eru rafmagnsbílar, mikið tap af stuðningi við kaup á þeim, urðun sorps, það er líka halli af því samkvæmt okkar greiningu, það er halli af stuðningi við grænmetisframleiðslu og eins og eru svo margar hérna hinum megin, þá eru aðgerðir sem virðast vera mjög hagkvæmar. Og sumar ekki bara hagkvæmar vegna loftslagsáhrifa. Við horfum á ferjur og skip, það tengja skip við rafmagn í höfnum. Það er loftslagsáhrifin vega ekkert voðalega þungt í því. Það er bara, rafmagni hérna heima er ódýrara heldur en olían sem yrði annars notuð. Það er að reikna sparnaði við að nota rafmagn í staðinn fyrir olíu? Já, og við reiknum með kolefnislosunarsparnaðinum líka, verðleggjum hans eins og ég lýst áðan, en hann vegur ekkert voðalega þungt í þessum aðgerðum. Eins og ef við förum í þessar landaðgerðir þá eru þær náttúrulega fyrst og fremst bornar upp af kolefnissparnaðinum. Og þær koma út í miklum plús. Og eins og rætt í skýrslunni þá það svo sem ekkert alveg einfalt mál. Eins og sem inni þekkja þá þá geta það er önnur umhverfismál sem spila inn í, til dæmis við erum að tala skógrækt. Hver eru skuldbindingar okkar gagnvart mófuglum og svoleiðis. Þetta var það sem var í plús, en það er þá spurningi, eru allar loftslagsaðgerðir hagkvæmar, og svarið er nei. Það má ekki gefa sig það, og það var náttúrulega væri fáránlegt að fara í svona greiningu ef það væri þannig. En sumir líta samt svo á að allt sem sparar eða dregur úr losun sé gott, en það er ekki gott sjónarmið, held ég. Mestur hallinn er af rafmagnsbílastuðningnum sem ég ætla að ræða eins og eftir. En varasamasta sjónarmiðið er kemur í sambandi við menn fara að amast við innflutningi, af því að innflutningur þýðir það að vörur fluttar hingað með skipum eða flugvélum, og þá losnar eitthvað kolefni. En það er í raun og veru sáralítið á hvert kíló, nema vörurnar séu fluttar með flugvélum. Og þess vegna meðal annars þá við skoðuðum þannig 20 aðgerðir, og þær voru 40 eða eitthvað sem voru kynntar í aðgerðaáætlun stjórnvalda, og þær eru ennþá fleiri núna, en kannski ættum bara að einbeita okkur að fáum aðgerðum. Kolefnisgjaldið, það er einfaldasta loftslagsaðgerðin, og hún hefur þann kost að ef það er rétt reiknað, þá er gjaldið í samræmi við tjónið sem losunin veldur. Og ef við erum að horfa á vörur í búðinni sem eru fluttar, tómatar fluttir með skipum frá Spáni eða hvaðan þeir koma, þá yrði kolefnisgjaldið á þeirri vöru yrði vantarlega mjög lítið.
Það kannski meira á salatinu sem flutt frá Bandaríkjunum með flugvélum. Og þá þurftum við, að ég margir sko eru að reyna að endurskoða hegðun sína í samræmi við loftslagsaðgerðirnar, loftslagsvána og ef kolefnisgjaldið er svona vel útfært og þá tekur það kannski svolítið ómakið af manni. Það er reiknað með þessum skaða, þessum loftslagsáhrifum í verðinu á vörunum. Urðun, hvað er þetta að bera saman þá? Er þetta að bera saman urðun og útflutning til brennslu? Aðalega já. Það voru líka einhverju hugmyndir áhrifin af moltugerðinni í gæju. Það bara við sáum það gat ekki næstum því mætt þörfum landsins og mismunurinn þurfti að fara í útflutning til brennslu. Þannig kom inn í kostnað við sorptunnur og fleira. Já, það var svona svoleiðis sem kostnaður var reiknaður út sorptunnur. Og inn í þetta kemur líka, það eitthvað land sem sparast þegar við, það ekki, þegar við hættum að urða matarleifar. Ég man ekki alveg hvernig það var reiknað. En ég ætla að tala aðeins bílana. Sko, stuðningu við bíla af ýmsu tagi eins og við þekkjum, við rafbílakaup. Það kolefnisgjald sem reiknað af bensíni og olíu. Og það nú bara í samræmi við áætlaðan umhverfiskostnað og ætti þá alltaf að vera hagkvæmt. Og það má alveg segja það er náttúrulega erfitt að vera fyrsti maðurinn sem kaupir sér rafmagnsbíl ef það ekkert net sem sagt ef við getum ekki hlaðið bílana þar sem við förum og ef það ekki hægt ef það ekki sko viðgerða þjónusta þannig að það er kannski alveg rök fyrir því að styðja svona hvað sem það innviði í sambandi við nýja tækni. En það er erfiðar að skýra niðurgreiðslunar á innkaupsverði bíla sem voru upp til 2 milljónir ef maður rétt á bíl. Ef það er nógu dýr sjálfur tíma, þannig er minnkað núna og í sjálf sér bara tilfærslur og þær eru ekki skaðlega nema það valdi eða sem ýti undir óhagkvæma hegðun og sjáu því á þessum fyrri árum á þeim sem eru liðin sjálf sér þá varð stuðningurum við rafbílakaupin til þess að menn keyptu með okkar dómi menn keyptu rafmagnsbíla þegar bensínbíla voru í raun hagkvæmari þegar allt var litið. Hallinn sem við teljum að sé á þessum árum stafar fyrst og fremst af því að niðurgreiðslan á rafbílunum verður til þess að menn bara eiga fleiri bíla heldur en menn kaupa fleiri bíla heldur en hagkvæmt er. Og við sjáum þá að mest í skaðinni sjálfsins skeður, kannski ekki mikið skaði í sumra augum en við teljum þetta að verið anhugsað. Hins vegar eru náttúrulega alls konar aðrir hlutir í gangi og sjáum við rafhlöðurnar sem stór hluti af verði rafmagnsbíla. Þetta er logaritmískur skali við byrjum 1991, endum 2018 og byrjar í $7.500 á kílóvattstund og hvað sem hrynur niður í það er bara $200 árið 2018 og að meðaltali er verðlækning á ársenda föstu verði að jafnaði þá verðlækning 13% á ári og menn eru með hugmyndir það að þetta er tiltölulega ný tækni, menn eru að læra inn á hana
og eftir því sem menn búa til fleiri, hafa bara búið til fleiri svona rafhlöður, þá komast menn fyrir alls konar vandræði við að búa þær til og framleiðslan verður ódýrari. Tala lærdómskurvu og verð á rafhlöðum talin hafa lækkað 20% í hvert skipti sem framleiðslan söfnuð á þessum rafhlöðum hefur tvöfaldast. Og það fyrst og fremst rafhlöður í síma og kannski fyrst og fremst í tölvur til að byrja með, síðan í síma og alls konar svona raftæki. Rafbílarnir fara ekki að koma inn kannski fyrir einhvern tímann á síðustu ára. Og það talað það ef við erum með rafmagnsbíl þar sem rafhlaðan kostar kannski 1 milljón, þá hefði hún fyrir 30 árum kostað 40 milljónir og þar að auki orkuþéttnin, hún hefur aukist og hún hefði verið 4 stærri rafhlaðan, þannig að hún hefði ekki komið fyrir í bílnum. Og það engin ástæða í sjálfu sér til annars heldur en að þessi verðlækkun haldi áfram eitthvað. Tekur kannski lengri tíma að tvöfaldast En má það ekki fullyrða að styðja við rafbílakaup til þess að drífa áfram framleiðslu á rafbílum og keyra niður verðið geti í rauninni verið hagkvæmt að því leytinu til? Já, meinar að því að þá erum við að stuðla, jú, það einhver svona útrif af því að einhver við reynslumanna af því að búa til batteri, Ég held reyndar að, eins og við sjáum það, mikið af þessari verðlækkun er út af öðrum heldur en rafmagnsbílum. Það út af tölvum og einhver svoleiðis dóti. Kannski í framhaldinu, en hvað með þetta? En svo náttúrulega spurningin, það réttlætanlegt þá út frá þessum útþrifum að stuðningurinn sé mikill. En hvað með þetta að félagslegu atriðin í þegar að kaupa sér rafbíl, að komast yfir þannig að hjalla rafbíl sér eitthvað framandi sem að enginn þekkir og enginn veit stund. Þetta núna það sem allir flestir hafa séð rafbílum og fólk veit að þetta í lagi og mögulega þetta drífa sjálft sig áfram þetta ferli, orkuskiptin, en það þurft að komast yfir ákveðin hjall í byrjun. Já, akkurat, það náttúrulega líka, það svona, ég veit ekki alveg það byltingi var náttúrulega bara þessi með þessari frábæru hugmynd Musks og félaga að rafmagnsbílarnir voru svona hálfgerð, þetta voru ódýri bílar, virkuðu ekki í gamla daga. Það sem hann gerði og félagar hans þarna hjá Tesla, þeir virkjuðu sem snobbgildið við það. Við erum ríkir, þetta fyrir ríkt fólk. Og við erum góð við umhverfið og við erum flottir og þetta er flottir bílar og góðir og það var til þess að allir bara bílaframleiðendur fóru yfir í að skoða þessa tækni Það var fyrst og fremst það en já, ég segi það er alveg réttlætanlegt minnst að kosti að styðja við uppbyggingu innviða í sambandi við þetta en ég veit ekki, það náttúrulega svo sem má segja allar tækninýjungar að menn þurfa að komast yfir einhvern svona fjölda hjalla til þess að þær slá í gegn en hvað stuðningurinn, hvað réttlætanlegt að hann sé mikill, það er kannski erfiðara að segja. Ég held reyndar að það sé stuðningur bara hann náttúrulega var langmestu kannski í Noregi og mikill hér á landi líka. En það er líka verið að styðja við rafbílakaup í öðrum löndum. Ég veit ekki hvernig það er jafnvel í Bandaríkjunum En jú, það er einhver svona útþrif eins og þú segir en það spurningin bara hvað við tímum að eyða rosalega miklum peningi í það. Þetta er náttúrulega mest learning by doing Já. Og það er þá spurning hvað er það sem að lærist við þetta þær að framlega batteríin. Já. Og þá væri kannski að fjármagna rannsóknir í batteríum. Það er eiginlega það sem að er útgrifin. Já,
akkurat. Og þessu aukna sala á bílum gerir það að einkaaðilar leggja einhvern pening í það, en það er spurningar að fólk vilja velja hvar þau koma inn í ferlið, hvort það ekki best að koma inn í batterísframleiðslunni og þróuninni. Við erum að tala að magna úthrifin. Og að það menn eigi þá að styðja við rafhlöðu þróun og starfsemi í rafhlöðum, já, það getur verið. En en þetta náttúrulega allt sko byggist á tilviljunum, það hérna við sem bílarnir gátu fyrir að nota tækni sem var fyrst og fremst þróuð fyrir sko tölvur sko og raftæki og svoleiðis sko. Ef sú tækni hefði ekki þróast, þá hefðu rafbílarnir komið einhvern tíma miklu seinna sko. En þetta eru kurvur sem við teiknuðum þarna fyrir skýrslun okkar 22. Þessi bláa lína hérna sýnir hag mannshaf því að kaupa hérna rafmagnsbíl með styrknum sem var upp undir 2 milljónir á bíl. Og svo þarna þetta mat okkar á svona einu þjóðhagslega kostnaði af því að kaupa samskonar bíl. Og af því að rafhlöðurnar lækka í verði, þá verður hérna svona frá þjóðhagslegu sjónarmiði, þá verður hagkvæmara að kaupa sér rafmagnsbíl. Og okkar mata var að það væri svona einhvern tímann þetta leyti bara núna sem rafmagnsbílar yrðu hérna hagkvæmir fyrir alla. Hvernig sem á það væri litið sem án sko styrkja umfram bara það sem fælist í kolefnisgjaldinu. Og hérna Má ég spyrja, ertu búin að endurtaka greininguna frá 2002 eftir að það kom på kílómetragjald og skattar aftur á rafbílum? Nei, ég hef ekki gert það. Sko nei, en sko þetta hér, sko þessi hér kurva, þá reiknað með sko að rafmagnsbílarnir taki á sig þessi sama þjóðhagslega kostnað eins og bensínbílarnir. Það er því hér lína sem breytist. Já, en ábatagreiningin? Já, ábatinn sko gjaldtakan í sjálfu sér, hún hefur ekki áhrif á hinn þjóðhagslega ábata. En hefur hún ekki áhrif á sko neikvæðu áhrifin sem að niðurgreiðslan hefur? Þannig þú ert að fá eitthvað tilbaka. Þannig að akkurat á þessum tíma þegar þessi reikningur var gerður, þá var þessi breyting í veggjöldum. Já, sko, já. Og það gjaldið í áfram áfram en ekki á dísilbíluna. Já, það er svona útfærsluatriði sem ég tel að myndi fyrst og fremst hafa áhrif á þessa kurvu hér. Við erum að horfa á hérna þessi þjóðhagslegu áhrif og þá erum við tökum við allt inn í þá bara eins og allt að vera. Þetta er með gjöldum og tekjum eins og hérna, til gjöldum sem rafmagnsbílarnir ættu að vera. Það var nú aðeins skömmuð fyrir, það var nú alltaf skömmuð fyrir það sem við gerum, en að við reiknuðum með því að menn sko hlæðu svona 80% af bílunum sko, eða tímanum sko, heima hjá sér, en svona því hefur verið haldið fram að það sé of lítið og sé kannski nær 90% og ef maður tekur aðinn í þá færist þetta að gera aðeins eitthvað Þjóðhagslega hagkvæmara að hlaða bíl heima og segja það ekki heima? Já, það eru bara dýrar hleðslustöðvar og svoleiðis sko, það er þessi hraðhleðsla sem dýr sko. Og það vegna þess að það eru díseldrifnar? Já, nú Já, við reiknum með að hleðslan kosti sko bara það sem hún látin kosta á hraðhleðslustöðunum. Og það er ódýrara fyrir manna að hlaða heima sko, bara í rólegheitum sko. Og við reiknum með því að það sé raunverulegur kostnaður þar á bakvið, en ekki bara okkur hjá
rafmagnsfyrirtækjum. Hraðhleðslustöðin yfirleitt á daginn og meðan maður hittir á nóttunni. Til dæmis, já. Ég held að við höfum ekki hugsað svo djúpt reyndar en það kemur inn í þetta. Já, þannig að þetta rafmagnsbílarnir verða hagkvæmari með tímanum, þannig að hvernig sem á það er litið þá verða, menn hljóta að fara, Ísland er í sjálfu sér hagkvæmasta landið til þess að vera með rafmagnsbíla, en það er mjög stutt í það að rafmagnsbílar verði hagkvæmir líka þjóðhagslega í öðrum löndum. Og hérna er svolítið aðeins flóknari mynd, hérna er ég að tala um það að það eru svona góðu hlutir að gerast. Losun kolefnisígilda á mann hefur þegar náð hámarki í heiminum. Hérna er horfa hérna fyrir losun á mann í tonnum sem sagt í heiminum á ári og svo losun náði hámarki 2012. Og við sjáum hérna í Bandaríkjunum og Evrópusambandinu þá hefur þessi losun sem á mann hún hefur hrunið. Og eitthvað í stafar að því við erum hægt að nota kol og olíukreppan hjálpaði mikið til menn lögðu meiri kraft í að hanna bíla sem væru sparneytnari, hús eru betur einangruð, heimilistæki nota minna rafmagn heldur en áður og náttúrulega getum við í LED-perur þarna. Svo skiptir líka máli reyndar að iðnaður, þetta er án landáhrifa, þetta er frá heimilum og iðnaði hefur flust til Kína en það stýrir ekki alla breytinguna. Þá við værum með svona leiðréttum losunna fyrir innflutningi frá öðrum löndum á iðnaðarvörum, þá fengjum við kúrfur sem lægi kannski aðeins ofar en það væru samt stömdu mjög stíft niður, þetta er Kína sem svo iðnaðingi. Og svo sjáum við náttúrulega hér þessi varanlega orka eða endurnýjanlega orka, hún er að verða hagkvæmari, skiptum meira yfir í sólarorku og vind eins og ég ræði aðeins betur á eftir. Fólki fjölgar, heildarlosun vex eitthvað innan við prósent á ári ennþá. Þú sagði að maður hægt að nota kol. Já. Og ég stemdi þeirri trú að kólaframleiðsla sé bara enn að vaxa, er það misskilningur? Já, það getur verið. Nú er ég að tala um Bandaríkin og Evrópusambandi. Já, ég held eins og svo 1960 olíuframleiðsla sirka 5-faldast. Já. Og kóla náttúrulega hefur aukist þessum svakalega tíma líka. Já. Og gasframleiðsla, gasteknin hefur bara bæst við, en var ekki bara út eins og hún er núna. Átti ég að setja þetta innan sögja sem ég sagði um kólinn. Ég veit í Bretlandi hefur kólanótkun minnkað mikið, menn hiti ekki lengur húsin sín með kólum. Þetta er líka tölur á mann og við erum náttúrulega margfaldast til 1960. Já, það er náttúrulega þetta á mann, Þannig að við erum losunum ennþá vaxandi ef við horfum ekki á það þannig. En svo er náttúrulega líka annað sem við erum að horfa á að það er orðið mikill hagvöxtur á mann á þessum tíma. Þannig að það er orðið hagvöxtur og samt er losun á mann að minnka. Það hlýtur að vekja einhverjar góðar tilfinningar heldur. Mannkinn hefur sirka þrefaldast frá 1960. Hvað segir þið? Mannkinn hefur sirka þrefaldast frá 1960. Já, akkurat. Olíuframleiðsla hefur kannski 4-5-faldast og bara kemur svaka skammtur á kolum og gassi í viðbót. Það hefur bæst við bara frá 1960. Já, ég er að reyna að líta á björtu hliðina, þú horfir á skuggalhliðarnar. Hérna er mynd sem er ansflókin, en hún er það sem við sjáum kannski er að kúrfurnar, það er halla niður á við og þetta er sem sagt líftímakostnaður rafmagns í dollarum á kílóvattstund og þetta er þessi sami logaritmíski kvarði. Er efri mörk fyrir það sem
olía og gas, það kostar að búa til rafmagn úr olíu og gasi, hérna neðri mörk og hérna sjáum við vindur á landi, hann byrjar hérna langt fyrir ofan og komin hérna niður fyrir þessi neðri mörk og sama með rafmagn og sólarcellum, það líka komin niður fyrir þessi neðri mörk og þarna komast sterklega inn þessi uppsafnaða reynsla, þessi lærdómskurva sem menn tala hérna menn verða betri í því að búa til rafmagn úr vindi og sólarcellum bara eftir því sem gera meira af því. Og þessi varanlegu orkukosti þeir geta orðið keppt við jarðefnaeldsneyti í verði eins og við sjáum hérna. Þeir eru náttúrulega óstöðugir sem gallinn við á, það sólin skín ekki alltaf og vindur blæs ekki alltaf. En á móti því vinna rafstrengir milli landa og landsvæða. Það sér að hérna, sveiflur í orkuverði í Evrópu hafa minnkað mikið bara með eftir því sem þessum strengjum hefur fjölgað og við ættum líka að taka upp svona tengingu líka einu rökin á móti hérna, tengingu við Ísland er bara verðið á strengnum sem hérna fer vantarlega lækkandi með tímanum. Annað sem bætir úr þessum sveiflum eru náttúrulega virkjunarlón. Þau hérna við fyllum þau á meðan vindurinn blæs en hérna látum seitla úr þeim þegar það logn. Og svo seinna meir þá vinda menn vonir við stóra rafhlöður og vetnisframleiðslu. Og hérna eru tölur það þetta eru spár en það eru byggðar á hérna verðþróun eins og hún hefur verið undanförnum statnend í Noregi spáir því að rafmagnsverð lækki 30% að raungildi í 13 ríkjum mið- og Vestur-Evrópu frá 24 til 50. Jafnframt fari hlutur varanlegra orkugjafa í rafmagnsframleiðslu úr 43% sem nú ansi hátt. Þetta hlutfall hefur farið mjög hægt undanfarin ár í 87% sem 2050. Og hérna Orkustofnun Bandaríkjanna spáir því að hlutur varanlegra orkugjafa í kjarnorku sem hérna kalla menn kjarnorkuna með sem sagt varanlegir orkugjafar og kjarnorka, það náttúrulega ekki losunaráhrif frá kjarnorku þó hún hafi aðra galla sem við þekkjum, verði sem hlutfall þessara tveggja þátta í rafmagnsframleiðslu í heiminum verði alltaf 2/3 árið 2050. Þannig að það verða orkuskipti í rafmagnsframleiðslu. Og eiginlega bara hvað sem hver segir. Og ekki aðeins vegna stuðningsstjórnvalda, stuðningur stjórnvalda hefur kannski átt í því að menn hafa fengið reynslu af því að búa til orku á þennan varanlega hátt, en stuðningin þarf ekki lengur til. Þessir orkugjafar eru bara orðnir hagkvæmari heldur en við gömlu og alveg sama hvað Trump eða aðrir segja við því. Og jafnframt stefnir í þetta með rafmagnsbílana, þeir eru bara að verða hagkvæmari heldur en aðrir, heldur en bílar sem ganga fyrir bensín eða olíu. Og hérna hefur opinber stuðningur, hann hefur flýtt fyrir þessu, þannig að þessu leyti hefur tæknin lagað sig að nýjum þörfum. Smá neðanmálsgrein sérstöðu Íslands, af því að menn hafa talað um það að við þurfum að virkja til þess að iðnaðarvörur verði búnar til með minni losun heldur en hún myndi valda annars staðar í heiminum. Þessi sérstæða er mun hverfa á næstu áratugum. Og þar með þetta sérstaka hlutverk sem margir hafa talið að Ísland hefði í orkumálum. Það er svona neðanmálsgrein. Hérna ég ætla að enda á þessu þannig tíminn
fer mjög hratt. Þetta frá þessum fræga þessum fyrrnefnda Nordhaus og Barents. Þeir eru með mikið líkan, dæslíkan, kynna það 2004 og þeir eru með hugmyndir losun á ári í heildina. Þessi gula lína appelsínugula, hún niður við það að við óbreytt ástand. Það ennþá, hún er að vex 0,7% ári, hefur gert það frá 2015 og framlengjaði bara það á línu á. Þessi rauða lína slitrótta það öll lönd beygja sig undir Parísar sáttmála. Og þá verður losunin það bil og hegða sig samræmi við það. Það reyndar öll lönd meira og minna búin að gera það. Ég held að séu 192 lönd sem eru sem hafa víst stuðningi við hann, en það var kannski spurning hvað við gera. Þá verður þessi beina lína Þetta svo hins vegar það sem losunin þyrfti að minnka og þessi græna ef við ætlum að reyna að halda hitastiginu undir 2 gráður. Þetta er ansi mikið. Og svo við erum með mjög lága vexti eins og Stern og þurfum við ennþá niður, við þurfum að fara ennþá hraðar niður í losun. Þetta þessi bláa lína eins og það sýnir það sem Nordhaus kallar hagkvæmustu losunina. Leiðir til óbreytt ástand, maður kallar, sem þýðir ekki að það sé ekkert gert. Það sem meðaltali losunin verðlögð í heiminum á $6 á tonn. Hún þýðir þetta hér. Og voru þið ekki með 70 eurur á tonnið? Jú, en það var hjá okkur, En og það er kannski eitthvað næst í sem verður þyrft að fara í til þess að við næðum einhverjum árangri. Það þýðir 3,5 gráður, við sjáum neðri myndina, 3,5 gráður hækkun frá því fyrir innbyltingu árið 2001. Þessi hagkvæmasta leið sem þýðir á verulega minni losun heldur en Parísar samkomulagið sem að framlengir fram yfir 2030. Þeir félagar sú leið myndi leiða til 2,6 gráðu hækkunar árið 2100. Það er í París, er þetta sem hann til að hagkvæmast. Það er þessi hér, þetta er sem hlýnun jarðar frá því fyrir sem núna þegar orðið kannski 1,2 til 1,5 gráður. Hún eykst í eitthvað milli 2 og 3 eða 3,5 eftir því hvaða leiðir farið. Þeir reikna líka á það, þeir eru kannski ekkit óralangt frá niðurstöðum Sterns, þeir eru líka með telja að það verði mikil skaði af hlýnun og að hluta til kemur þessi skaði af einhverjum hlutum sem við vitum ekkit hvort gerast eða ekki. Það er það hvort við förum yfir einhverja vendipunkta sem kallaðir eru, hvort það myndi náttúrulega vera mjög dýrt ef Golfstraumurinn myndi eitthvað fara að truflast eða eitthvað svoleiðis myndi gerast. En þeir telja að 3 gráður hlýnun myndi kosta sem nemur 3,1% nú eftir heimsframleiðslu sem alla framtíð. 4,5 gráðu hlýnun kostar 7%. Og er þetta grunndæmi og svo reiknaði hver var kostnaður og nytjar af því að í fyrsta lagi að fara í þessar allir beygðu sig undir Parísar samkomulagið og færu eftir því og svo hins vegar að þetta sem þið kalla hagkvæmasta kost. Og það myndi verða til þess að núvirt neysla okkar alla framtíð myndi vaksa
1,3% ef við segjum okkur öll undir Parísarsamkomulagið. Það fer upp undir 2% sem ávinningurinn ef við förum þessa hagkvæmustu leið. En samkvæmt því sem þeir segja þá borgar sig ekki, það munar ekki vola miklu, það borgar sig ekki að stefna hlýnun, að halda hlýnunni undir 2 gráðum. Þetta nú nú ég á enda. Þetta náttúrulega ansi mikið efni og við setjum glærurnar á neti þannig að þið getið skoða þær eftir helgi. Sko, þetta átak þjóða sem gegn hlýnun ekkert einsdæmi. Við höfum munið eftir umræðu eyðingu ósonlagsins, skógardauða sem tókst að koma í veg fyrir með því að banna einhver efni í innaði og Þetta náttúrulega miklu stærra átak. En það er best að allir séu með og þá helst menn noti þá þetta sem Stern kallar samræmt og gegnsætt kolefnisgjald sem myndi þá ná til allra landa og ef það er almennt og notað allstaðar þá myndi það leiða til þess að við nýttum ódýrustu leiðirnar til þess að draga úr losun. Nú náttúrulega horfur á því að Trump fari út úr Parísarsamkomulaginu eins og Bush fór út úr Kyoto-samkomulaginu fyrir 25 árum. En málið ekki ónýtt þótt einhverju skerist úr leik, það verður erfiðara sem þetta ná þessum markmiðum og við sjáum að stuðningurinn, þessar aðgerðir hafa nú þegar valdið þó nokkrum áhrifum. Þessi varanlegir orkugjafar þeir eru að taka við í rafmagnsframleiðslu allan heim og það eru miklu líkur á því að menn skipti mikið yfir í rafmagnsbíla líka. Og eina spurningunum var það, ég er búinn að svara þessu, eru allar loftslagsaðgerðir hagkvæmar? Nei, það eru það ekki. Þetta sniður að halda sig við fáar en góðar aðgerðir og dýrar aðgerðir og hagkvæmar verður til þess að vera minna eftir í þessar ódýru og hagkvæmu. Nú er tíminn búinn, þannig að þið getið bara ekki spurt mig eða neitt. Allt byggir þetta á þeirri trú að það sé samband á milli hita á jörðinni og koltvísýrings. Það alls ekki saman. Nei. Langt frá því. Nei, ég veit það, þú ert ekki eini efasemdamaðurinn í það hérna inni. Nei, ég ekki, það ég sem efasemdamaðurinn. Nei. Það margir nóbelsverðlaunahafar og mennhafar sem miklu klárar en þú. Og líka ég. Skilur, þannig þetta kannski allt saman tónlýtsu. Já. Hann var ekki afsán. Þetta empirist afsán. Þú skoðar hitaþróunina bara á grafi og skoðar CO2-þróunina að þá vex hitir eiginlega ekki Eitt það, sko. Ég þekki ekki, sko, ég þekki ekki eðlisfræðina í þessu, ég kann hann ekki, en þannig að ég hugsa nú bara með mér, sko, eins og sumir tóku trúna á Guð einu sinni, sko, það er vissar að trúa þessu, sko. Ef hann skyldi nú vera til, þá nú kannski rétt af hlýðunum, sko. Það er tjónið minna heldur en ef við höfum rangt fyrir okkur á hinn veginn. En svo spurningin, það að koma ísöld. Ef við temjum fyrir ísöldinu með því að brenna meira á koðum, erum við þá ekki að valda skada? Já, það margt sem getur gerst, sko. Má ég bæta hennar við? Já. Ekki við vorum að tala sko Nordtál. Já. Það mál og Stern til sína skýrt að þá byrjast grein eftir Weizmann. Já. Martin Weizmann. Í Even Stern review.
Já. Og hann vildi, þú veist, þannig að það voru margir hagfræðingar sem voru á því að Stern hefði ekki tekið ekki nægilega vel í, sko. Já, hann væri, já. Weizmann þá vildi meina, sko, meðal annars út af, sko, þú veist, eitt risk. Já. Það sé að við vitum hverju lífum á því að fái strax yfir þetta teningi og það er svo uncertainty. Já, akkurat. Og að þar alveg væri, sko, þetta með svona kostnaðar og ábyrgðargreiningun og svolítið erfitt í þessu samhengi. Já. Það sem að líta á þetta sem, sko, maður í stæðis að líta á þetta sem fjárfestingar, þá sem maður líta á þetta sem staðanar verða til tryggingar eða eitthvað, já. Og þetta á þeirri stefnu, og það var náttúrulega margur sem þótt að hann hefði frekar átt að fá Nóbelsverðlaun en frekar en Oslo, sko. Já. Og hann vildi þá taka meira í en Stern. Það er náttúrulega málið, við vitum ekki mikið af þessu, sko, og við vitum ekki mikið hver skaðinn gæti orðið. Það er náttúrulega líka það sem öllum svona áhættu fræðum að þegar við vitum ekki eitthvað, þá er best að fara varlega, sko. Það er eitt þarna í að nefna og að það er sko aðferðin við afvöxtun og hegðunarhagfræðingarnir að þeir benda á fleygboga afvöxtun fyrir þessa hefðstund og þá, bara sem lítið dæmi, sko, eftir 100 ári ef út með 4% ávöxtun eins og Northvolt var að vinna með, að þá það er virðið 2% af upphæðinni í dag ef þú notar venjulega ávöxtun exponential, en 20% ef þú notar 4% í fleygboga ávöxtun. Þannig að þegar ég horfa á þetta, þá hef ég meiri sympatíu í svona löngum, þegar þú horfa svona langt frem í tímann, með hegðunarhagfræðingunum heldur en með Northvolt. Já, við komumst ekki lengri í dag.